Og þá komið að síðasta liðnum sem skýrsla bæjarstjóra til málstekur bæjarstjóri Ásthildur Sturludóttir. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Hér það helsta á mínum störfum síðustu 2 vikunar. Það var mikil gleðistund þegar ný og endurbætt flugstöð á Akureyrarflugvelli og nýtt flughlað voru vígð við hátíðlega athöfn 5. desember síðastliðinn. Það var jafnframt 70 afmæli Akureyrarflugvallar. Ég tók þar til máls ásamt Sigurði Inga Jóhannsssyni fjármála- og efnahagsráðherra og innviðaráðherra og Sigrúnu Björk Jakobsdóttur umdæmisstjóra Isavia. Þarna var fjöldi gesta og mikil gleði með þennan stóra áfanga sem ég held að við getum öll glaðst yfir. Og við auðvitað gerum okkur miklar væntingar það að starfsemin á vellinu muni þróast inn í framtíðina og þar verði til stór tækifæri fyrir landsfjórðunginn sem við getum nýtt okkur til þess að efla efnahagslífið á Norður- og Austurlandi. Bæjar og sveitarstjórar á SSN-svæðinu hittast reglulega, oftast vikulega. Annarkvort eru það fræðsluerindi eða við erum að ræða ýmis málefni sem eru sameiginleg og tengja starfin okkar á fjölbreyttum verkefnum eða bara einfaldlega spjalla saman og bera saman bækur okkar og bara aðeins að kjafta sem nú stundum nauðsynlegt fyrir þennan hóp. Og föstudaginn 7. desember á slíkum fundi voru kynntar niðurstöður frá RHA á rannsóknum og óstaðbundnum störfum. Sama dag var fundur lögreglustjórans hér á Norðurlandi eystra með bæjar- og sveitarstjórum og þar var kynntur til leiks nýr yfirlögregluþjónn en Bergur Jónsson Akureyringur hefur tekið við þeirri stöðu. Þá var einnig farið yfir stöðuna í löggæslumálum í umdæminu og horfurnar á komandi ári. Það var nú gleðidagur, laugardaginn 7. desember. Þá var áttræðisafmæli Íþróttabandalags Akureyrar haldið í Boganum og þar var margt manninn og þar fór fram kynning á því fjölbreytta starfi sem fer fram undir hatti IBA. Og ég vil nú segja að það verður ekki tekið af sveitafélaginu að við erum að standa okkur gríðarlega vel á þessu sviði og íbúar og gestir okkar geta notið fjölbreytta möguleika á hverskyns hreyfingu hér í sveitafélaginu og til að efla lýðheilsu. Þetta var óskaplega skemmtilegt, þarna voru íþróttafélög bæjarins að kynna sig og þarna hvað hægt að gera hér á svæðinu og það var allt frá fótbolta, handbolta upp í svifflug og alls konar jaðarsport. Og íþróttafélagið Akur fagnaði stóra afmæli á þessum degi og sem var gleðilegt. Við sem hér sitjum auk skipulagsfulltrúa og fulltrúa frá Landsneti áttum fund í byrjun síðustu viku blöndulínu. Og daginn eftir fékk ég heimsókn frá Óskari Jósefsssyni forstjóra Framkvæmdasýslu ríkisins og þar ræddum við sameiginleg verkefni og sýn okkar á þau og hvernig við getum tekið höndum saman í að láta þau gerast hratt og örugglega og mjög gott að eiga svona samtal við nýjan forstjóra. Ég tók sömuleiðis þátt í kveðjuhófi fyrir Karen Pattmann sem hefur sinnt starfi sendiherra Bandaríkjanna hér á síðastliðnum árum og hefur orðið mikill vinur Akureyrar og heimsótt okkur oft og komið með gesti hingað norður til þess að sýna þeim Akureyri og sýnt norðurslóðamálum og þeim stofnunum sem hér starfa mikinn áhuga. En með nýjum forseta sem tekur við 20. janúar kemur að sjálfsögðu nýr sendiherra. Það staðfestingarferli getur tekið alltaf 2 ár, þannig
öllum líkindum verða Bandaríkin sendiherralaus næstu misserin. Akureyrarbær og Ranners hafa komið upp þeim sið að senda rafrænar jólakveðjur sín á milli og var kveðjan frá okkur tekin upp í síðustu viku. Það var voðalega gaman að geta tekið upp hlutakveðjunar hérna á Ráðhústorginu og það svo gaman að sjá hversu vel jólatorgið okkar hefur heppnast og ennþá betur þegar snjórinn komin aftur, þá var þetta svona huggulegra og jólulegra. Það var snjólaust þegar við tókum upp kveðjuna, þannig að það var ekki alveg jafn romantískt eins og þetta átt að vera. Og í síðustu viku var alveg sérstaklega góð stund hérna í ráðhúsinu þegar árlegt jólaboð fyrir fyrrverandi starfsmenn var haldið hérna. Og það svo gaman að taka móti þessu góða fólki og taka spjallið og það fylgist vel með hvað í gangi hérna. Þetta eru sannarlega góðir liðsmenn Akureyrarbæjar, þeir standa ávallt með okkur og eru koma með góðar ábendingar til okkar hvað má betur fara og það svo sérstaklega ástæða til þess að hlusta á það. En að síðustu langar mig til þess að óska ykkur öllum gleðilegra jóla og þakka ykkur fyrir frábært samstarf á árinu sem að líða og ég vona að jóladagarnir og sem framöndan færi ykkur og fjölskyldunur og frið. Takk. Þá bæjarstjóri Ásthildur Sturludóttir lokið máli sínu. Dagskrá tæmd, eftirtalda fundagerðir lagðar fram til kynningar. Afgreiðslufundur byggingafulltrúa 5. og 12. desember, bæjarráð 5. og 12. desember, skipulagsráð 11. desember, umhverfis- og mannvirkjaráð 3. desember, velferðarráð 27. nóvember og 11. desember og hægt að nálgast allar þessar fundagerðir á heimasíðu bæjarins. En áður en ég slít fundi vil ég óska bæjarfulltrúum, starfsfólki og fjölskyldum þeirra sem og öllum íbúum sveitarfélagsins nær og fjær gleðilegrar hátíðar og farsældar á nýju ári. Og þá vil ég gefa bæjarfulltrúa Jóni Hjaltasyni orðið. Forseti bæjarfulltrúar. Sko ég verð að hafa smá formála. Það nefnilega þannig að ég einhvers konar ég held að þetta þróunarleiðtogi sem snýst það að gæta mannréttinda og þess að við séum ekki mjög ill hvert við annað. Satt best að segja þá hef ég staðið mig afskaplega illa í því embætti og ætti að vera löngu burt rekinn þaðan. En nú ætla ég að grípa þetta tækifæri, gera svo frekur, að reyna ögn til að reka af mér sliður og orðið og ávíta ykkur. Ég hef nefnilega tók snemm eftir því að við gerum mannamun hér og sem náttúrulega ekki ásættanlegt í augum þróunarleiðtoga og mannréttinda varðar, þar sem við ávörpum forseti og síðan ágætu bæjarfulltrúar. Þetta svíður mér afskaplega sárt og vil að við sinnum því framvegis að það ágæti forseti og aðri bæjarfulltrúar. Gerum ekki mannamun með þessum hætti. En að því sögðu þá vil ég óska okkar ágæta forseta og hennar familíu gleðilegra jóla og sjáumst á nýju ári. Takk kærlega fyrir góða stjórn og vinsamlega. Takk. Takk fyrir það. Bæjarfulltrúi Jón Hjaltason lokið máli sínu og við slítum fundi klukkan 5:05. Takk fyrir góðan fund.